Og hérna erum við að setja glassfíber á, eða dúk á væng og þá er mjög gott að taka hann og strjúka yfir hann með svona bursta. Maður leggur hann bara hérna yfir og til þess að fá hann til að leggjast almennilega og blæs maður bara á hann. Þá leggst hann niður, svo notar maður svona kúst og kústar yfir hann. Þá rafmagnast glerfíberinn og alveg gjörsamlega festist við balsann sem er undir. Leggst alveg á hann. Þá sést líka allt rykið sem er undir dúknum. Þetta er alveg brilljant. Svona leggur maður fíber á væng. Svo sýnum við eftir þegar Árni er búinn að blanda epósið hvernig hann dreifir því á. Núna er Árni búinn að blanda sér þarna smá viski. Nei, ekki viski, hvað er það þarna? Þetta er single epoxy. Já, þetta er single epoxy. Single malt. Og hann hellir því bara hérna á dúkinn. Svo tek ég gamalt vísakort sem er búið að strauja róbóta í H&M og byrja að dreifa bara svona. Sorry! Þetta var mummi. Byrja bara að draga svona úr þessu. Ég byrja á miðjunni svo að sé minni hætta því að dúkurinn dragist til og frá, aðalega frá. Það er ótrúlegt hvað lítið epoxy dugar á stóran flöt í þessum efnum, svo við sjáum. Svo er bara að hella svolítið meira og halda áfram. Bara setja dropar eftir þörfum og bara halda áfram þangað til að maður er búinn að strjúka góðu lagi af epoxy yfir allan vænginn og passa það að setja ekki mikla hrúfur út allt því að það er náttúrulega harðna og það verður vont að pússa hér niður seinna meir. Svona er bara að halda áfram. Það getur því að þó að það sé gat hérna á vægnum fyrir servóið að þá klippir hann ekki glerfíberinn frá. Það er mjög gott að láta glerfíberinn sitja í gatinu og skera hann ekki úr fyrir hann alveg síðast. Bara rétt áður með fyrir að mála. Mála? Maður hefur náttúrulega það bil hálftíma vinnutíma með þessu epoxy hér. Þetta er epoxy-resin, ekki polyester. Af þessu er nánast engin lykt. Svolítið lykt eins og harðfiski. Og við mælum með því að nota þetta frekar en polyester-resin. Það kemur rosalega mikið lykt að því. Ef það koma einhverjar krumpur, þá er auðvelt að draga þær til og losna við þær með kortinu. Það er mjög gott að halda til haga gömlum vísakortum og kreditkortum til að nota í þessa hluti. Þetta er bestu spaðarnir sem þið fáið til þess að dreifa úr epoxy. Og hér dreg ég þetta bara út fyrir brúnina eins og þið sjáið. Við göngum á brúnina seinna. Það er bara gert með sandpapir. Og nú hljómar þetta eins og ég hef gert marga vængi. En það skal viðurkennast að þetta er fyrsti vængurinn sem ég er að glasa með þessum hætti.
Þannig að þetta er ekki mjög erfitt eða flókið í framkvæmd. Því að ef mér tekst þetta í fyrstu tilraun, þá hugsa ég að flestum takist þetta. Nú er ég langt komið með vænginn og þetta er nú engin geimvísindi, þetta er eiginlega bara að rulla vel að webhúsi á þetta, draga úr því með kortinu, passa sér eitthvað mikla hrúgur og bara njóta þess að vera til. En þetta eru flugmódul, lykillinn að lífshamingjunni. Svo er náttúrulega líka hægt að nota bara pensil til að komast hérna á staði þar sem ekki er gott að nota kortið, eins og hérna á frambrúninni á vængnum, aðeins að pensla hérna niður á frambrúnina. Þetta er ekki svona venjulegu pensil sem maður kaupir í pennanum eða hvað? Nei, þetta er óvenjulegur pensil sem maður kaupir í Bandaríkjum. Já, já. Og hvað er sérstakt við þennan pensil? Hann er frá sérstaklega módelverslun í Bandaríkjum. Með mig. Hvað merkir þennan pensil? Halaverðið. Já, segðu frá því. Meðan ég pensla hérna, ætlar mummi að segja frá penslunum. Já, við keyptum þessa pensla í Bandaríkjunum. Fengum sérstakann innflutningaðala til þess að grípa þetta með sér. Ég held að við borgað hvað tíkall fyrir pensilinn kannski. En verðið hér heima á Íslandi á þessum penslum var 100 eða 200 kall. Stykkinu. Þessir penslar eru sérstaklega stífir, þannig að það er mjög þægilegt að nota það einmitt til þess að leggja niður glerpípur. Og hér er ég bara að setja þetta svona vel fram á frambrúnina, þannig að sé þægilegt að taka þetta með sandpapír og snirta þetta til. Sjá hvað þetta er rafmagnað. Þetta eltir mann út um allt og það er algjör nauðsyn að vera með gúmmíhanska í þessum efnum. Þetta er viðbjóður ef það kemur á Berthold. Þá fer Berthold að klæja. Þá er Árni að verða búinn með vænginn. Mummi stendur þarna vegna þess að hann ætlar að fá restina af epoxíinu áður en það harðnar. Þá er bara eftir að snirta örlítið, örfáar litlar hrúgur með kortinu. Þá er vængurinn klár. Kannski ekki alveg klár en hann er klár fyrir næsta skref. Sem er Meira epoxí og meiri fyllir. Og pússa. meira um það síðar.